Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Matteus. Guðspjall þessa drottinsdags að finna í 11. kafla Matteusar Guðspjalls og það eru vers 25, 26 og 27. Á þeim tíma tók Jesús svo til orða: Ég vegsama þig, Faðir, Herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindar mönnum, en opinberað það smælingjum. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt mér falið af föður mínum, og enginn þekkir soninn nema Faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn, og sá sonurinn vill opinbera hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lóf sé þér, Kristur. Þegar þið heyrðuð Arngrím lesa áðan, þá heyrðuð þið sögu úr Gamla testamentinu, eða allavega brot úr þessari sögu. Hún svolítið lengri. Kemur úr 1. Mósebók og segir frá því þegar Abraham, einn af forfeðurum Ísraelsþjóðar, hann var kallaður af Guði þar sem hann átti heima. Abraham bjó í Úri í Kaldeu, stendur í Biblíunni. Það staður sem ber annað nafn í dag. Þetta hérna norðan við Persaflóa og landið heitir Írak. Þaðan kom sem sagt Abraham, faðir Ísraelsþjóðar. Guð birtist honum þar en sagði honum að fara af stað og ferðast til land sem hann ætlaði að sýna honum, sem Kanans land, þar sem við köllum Ísrael í dag. Og þetta land skyldi þá byggjast, segir Guð, af afkomendum Abrahams, jafnvel þótt að maðurinn og kona hans Sara voru barnslaus eftir langt hjónaband og þar að ekki voru þau engin unglömb lengur. Sara var orðin 65 ára, komin yfir barneignar aldur, og Abraham var heilum 10 árum eldri, 75. Þannig að það að fara í langan leiðangur og setja stað á nýjum stað og verða heilli þjóð hljómaði svolítið svakalega. Voninum að eignast afkomenda var eiginlega löngu farin hjá þeim tveim hjónum. En engu að síður, þá hlustaði Abraham á þessum Guð sagði og hann trúði orðum Guðs og hann tók þessum góðu fréttum fagnandi með gleði og hann fór af stað. Hann tók með sér konuna sína og fólk úr ættinni og meira segja föður sinn og fóru öll af stað. Þegar þau voru komin til svæði sem heitir Harran, rétt sunnan við núverandi Tyrkland, þá vildi faðir hans setjast þar að og það gerðu þau og voru þar til faðir Abrahams, Tara, lést. Síðan héldu þau áfram til fyrirheitna landsins og komu að lokum til Kanansland, ferðuðust og fluttu á ýmsa staði. Þau voru hirðingjar, tóku með sér sauðina sína og skoðuðu allt landið sem Guð hafði heitið að gefa þeim. Engu að síður liðu árin og enginn var afkomandinn. Ár eftir ár leið og þau biðu og þau biðu. Það voru liðin heil 24 ár þegar sagan sem við lásum sem að Arngrím las áðan, þegar hún átti sér stað. Þá var Abraham orðinn 99 ára og Sara kona hans 89 ára. Það var ekki auðvelt að halda í vonina lengur. Það var langt síðan Guð hafði lofað þessu og enn hafði hann ekki efnt loforðið. Og núna voru þau bæði orðin mjög gömul og enginn sem hafði heyrt að nokkur eignaðist barn á þessum aldri. Það var líka tilgangurinn með þessari löngu bið. Þetta átti að vera kraftaverk. Þetta átti ekki að gerast með venjulegum hætti. Þannig að það að þau eignuðust barn á háum aldri beinir í rauninni sjónum okkar áfram til Nýja testamentsins. Það sem gerist í rauninni hinn enda lífsins þegar María mey verður þunguð og elur Jesú, líka með kraftaverki þótt að hafa verið svolítið öðru vísi. En núna var tíminn farin að nálgast þegar biðin var loksins á enda og Abraham og Sara skyldu eignast þennan son fyrirheitisins sem líka var forfaðir Krists. Við heyrðum í upphafi lestursins að drottinn birtist Abraham þegar hann sat í tjaldurinn sínum í Mamre lundi. Nákvæmlega hvar það nú veit ég ekki. En Abraham lítur upp og sér 3 menn sem hann ber kennsl á og hann kallar þá herra eða drottinn. Kannski það bara einn þeirra sem hann að ávarpa með þessum orðum,
en allavega þá ber hann kennsl á að hér drottinn kominn til hans. Reyndar þegar við höldum áfram og lesum næstu sögur sem kemur strax á eftir, þegar þeir halda áfram í áttina að Sódom og Gómoru og drottinn eyðir þessum borgum, þá virðist að vera að það einn þeirra sem talar við Abraham sem drottinn og hinir tveir fara af stað inn í borginnar. En hvort sem það nú þá það rödd drottinn sem talar við Abraham, það engin spurning. Og hann segir Abraham að hann muni koma aftur að ári, og þegar hann kemur aftur að ári mun afkomandinn loksins vera fæddur. Og Sara heyrir hann boðskap og hún ekki þarna alveg við, en hún situr inn í tjaldinu og heyrir allt sem sagt og hún fer að hlæja þarna inn í tjaldinu. Og það heyrist út og maðurinn spyr hvers vegna hlær Sara. Og hún segir strax, ég hló ekkert. Jú, víst hlóstu, segir hann. Og skildi það vera ómögulegt að þú eignist barn ekki allt mögulegt fyrir Guð. Ekkert drottni ómögulegt, segir hann. Sem einmitt tilgangurinn með þessu öllu saman. Að sýna að ekkert honum ómögulegt og hann gefur son hérna í ellinni. Og þegar sonurinn síðan fæðist árið síðar, þá honum gefið hentugt nafn, hann gefið nafnið Hlátur. Það að segja á hebresku Ísak. Þannig að nafnið Ísak þýðir hlátur. Þaðan kemur það. Kirkjan hefur síðan frá tíma Jesú baslað við það hverjir voru þessi þrír menn. Af hverju voru þeir þrír? Af hverju komuðu með þessum hætti? Af hverju talaðu þeir með rödd drottins? Og fyrir kirkjufeðrunum, þessum sem að skrifuðu snemma eftir tíma Jesú Krists, þá þetta í rauninni þannig að svarið einfaldlega svona: þetta var sonur Guðs sem að birtist Abraham og sem að birtist hinum feðrunum líka, jafnvel löngu fyrir fæðingu Jesú í Betlehem. Vegna þess að kirkjan játar nefnilega það að sonur Guðs sé eilífur. Guð eignaðist ekki son þegar Jesú fæddist, heldur hefur hann alltaf átt son. Hann hefur alltaf verið til. Fæðingin var ekki upphaf, heldur var það atvik í sögunni þegar sonur Guðs tók á sig hold og blóð, tók á sig líkama, gerðist maður. En hann var til sem sonur Guðs alltaf og alltaf fyrir það. Þess vegna gat hann líka birst í Gamla testamentinu og sýnt sig þar, og við höfum nokkra sögur þar sem það mjög augljóst og aðra sögur sem það kannski maður þarf að lesa meira nákvæmlega. En þetta eina af þessum sögum þar sem það svona frekar ljóst að hér sonur Guðs á ferð. Þetta þýðir það að sonur Guðs talar andliti til andlits við Abraham. Eins og hann talaði við Móse síðan í sáttmálsbúðinni, og hann talar við hina feðurna líka. Mætir þeim oft. Biblían segir það klárum orðum að við mennirnir höfum gert uppreist gegn Guði og unnið ákveðin skaða á sjálfum okkur með því. Og sá skaði það slæmur og þess eðlis að það eins og óhreinindi sem að geta brunnið. Við getum ekki nálgast Guð á þess að þessi óhreinindi byrja að brenna og tortíma okkur. Það myndi vera eins og ef við með því sem við þekkjum úr okkar veruleika myndum við reyna að fara og nálgast sólina. Því nær sem við kæmumst í heiftarlegri yrði hitinn og við myndum að lokum brenna upp. Eins væri það að reyna að nálgast heilagan Guð. Það ekki hiti eða geislun sem myndi tortíma okkur, heldur það heilagleiki Guðs sem skín frá honum. Þess vegna það þegar menn sjá heilagleika Guðs eða þetta sem skín frá honum, eins og þegar Jesús á fjallinu, þá verða þeir svo hræddir. Þess vegna það að Jesús segir við okkur í Guðspjalli dagsins: allt hefur faðir minn falið mér, og enginn þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema soninn, og sá sonurinn vill opinbera hann. Jesús að segja okkur að það ein leið til Guðs föðurs, það ein leið til þess að þekkja Guð, og það að þekkja son hans, að þekkja Jesú Krist, sem kom til jarðar og gerðist maður. Hann klæddi sig holdi og blóði, hann varð eins og einn af okkur til þess að við getum nálgast hann. Við getum ekki nálgast hann eins og hann
himingefnum eða morða þannig, en við getum nálgast hann þegar hann kom og gerðist maður. Þannig gengu lærisveinarnir með honum og voru með honum og borðuðu með honum og grínuðust með honum og hlustaðu á það sem hann hafði að segja og sungu með honum og svo framvegis. Þetta var eins og í sögunum Abraham og mennina 3, þeir sátu og spjölluðu saman. Guð birtist Abraham með þessum móti í líkingu manns og þar sjáum við skuggan af frelsarinn, getum við kannski sagt, og síðan kom hann í holdi og blóði. Þannig segir Nýja testament okkur það að Jesús sé hinn sanna ímynd föðurins. Hann er hinn sanna ímynd Guðs. Og Páll skrifar í bréfi sínu til Kólussmanna eftirfarandi: því að í honum, það er að segja í Kristi, býr öll fylling Guðdómsins líkamlega. Og í honum, sem er höfuð hvers konar tignar og valds, hafið þér öðlast hlutdeild í þessari fyllingu. Sem sagt, í Jesú Kristi er allur Guð og í honum eignumst við samfélag við Guð og hlutdeild í honum. Og við gætum sagt, þegar við heyrum þetta, að það er í Kristi, ok, það er nú gott, allavega fyrir postulana sem þekktu hann, gengu saman og gerðu nákvæmlega þessar hluti sem ég er búin að vera að tala um, sátu með honum, borðuðu með honum, og spiluðu boccia eða eitthvað. Fyrir þá var þetta allt í lagi, en hvað hjálpar það okkur sem að lifum 2000 árum seinna eftir uppstigningadag, þegar Jesús er stiginn upp til himna og situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs? Það þýðir ekkert fyrir okkur að reyna að ferðast til Ísrael og hitta Jesús þar. Hann er stiginn upp til himna. Við finnum hann ekkert ef við förum þannig að. Þannig að hvað hjálpar það okkur að öll fylling Guðs býr í Kristi ef hann er farinn? Það er satt að við getum ekki gert eins og postularnir. En ef við hugsum aðeins um það, þá er það í raun og veru miklu betri fréttir en við kannski upprunalega höldum. Það eru góða fréttir. Það væri nefnilega ekki gott ef við þurftum að fara þar sem að Jesús situr á stól og síðan er biðröð fyrir alla sem vilja spjalla við hann. Einn í einu. Það myndi aldrei ganga. Þá getum við þurft að bíða árum saman í þessari biðröð. Jafnvel þetta hver og einn fengi bara 1 mínútu og hvernig ættum við þá líka að reyna að byggja eitthvað samfélag við Jesú á 1 mínútu. Það væri bara ekkert hægt. Og Jesús vissi þetta þegar hann talaði við postuluna síðustu kvöldmáltíðina. Hann vissi líka hvernig það átti eftir að vera. Í 16. kafla Jóhannesarguðspjalls segir Jesús: ég segi þér sannleikann, það er til góðs fyrir yður að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar, og ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Eftir uppstigningadag, eftir að Jesús steig upp til himna, sendi hann heilagan anda yfir postulana. Við þekkjum söguna frá síðasta sunnudegi, hvítasunudegi, þegar heilagur andi kom yfir þá og það komu tungur eins og eldi og settust á hvern og einn þeirra og þeir töluðu nýjum tungum. Þeir fengu heilagan anda, það er hann sem að tengir okkur við soninn Jesú Krist og það er Kristur sem tengir okkur við föðurinn. Og Jesús segir líka þetta á sama stað í 16. kafla Jóhannesarguðspjalls heilagan anda. Hann segir: hann mun gera mig, það er að segja Krist, dýrlegan, því að mínum mun hann taka og kunngera yður. Allt sem faðirinn á er mitt, því sagði ég að hann tæki af mínu og kunngjörði yður. Heilagur andi tekur það sem að tilheyrir Kristi, sem að síðan tilheyrir föðurnum og gefur það þeim sem að hann vill. Hann gefur okkur trúna á Krist og þar með trúna á föðurinn. Það er starf heilags anda. Og einnig í dag getum við þekkt Jesú eins og postulana gerðu. En við gerum það fyrir starf heilags anda. Og hvernig starfar heilagur andi? Hann starfar gegnum sitt orð. Það er hér sem að heilagur andi starfar. Með því að sýna okkur þessi orð sem hér standa. Og festa þau í hjarta okkar. Hann starfar líka gegnum það sem að þessi orð gera og gefa okkur í sakramentinu, í vatni skírnarinnar, í heilagri kvöldmáltíð. Þannig starfar heilagur andi og þannig kynnir hann okkur fyrir Kristi og tengir okkur við hann. Þetta þýðir það að við sem viljum fylgja Jesú í dag, það þýðir ekki að fara og leita og athuga hvort hann sé í felum í helli einhvers staðar eða einhvers staðar inn í einhverju húsi. Við fylgjum Jesú í dag með því að trúa orðum hans. Heyra þau eins og Abraham heyrði orð Guðs
og trúa þeim eins og Abraham trúði og treysti orði Guðs. Það staðurinn þar sem við mætum Kristi. Hér í orði hans, í því sem orð hans gerir. Það oft þannig að við mennirnir við viljum byggja okkar eigin leiðir til Guðs. Stundum reynum við siðferðilegu leiðina, við reynum að hreinsa okkur og vera svona heilagt fólk og gera alla hluti rétt og hugsa þá höfum við leiðina til Guðs. En það ekki. Nú ef það gerist ekki þá reynum við kannski að finna leið leyndardóma, mystikarinnar, dulúðarinnar, ef við íhugum nógu fast og reynum að ímynda okkur leiðina til Guðs, þá finnum við hana gegnum svona andlegar æfingar. En það heldur ekki leiðin til Guðs. Sumir reyna leið þekkingarinnar og spekinar, að sitja á skólabekk og lesa löng fræðirit, vita mikið eða sækjast eftir leynilegri þekkingu sem bara einhverju fáir einstaklingar eiga einhver staður út í eyðimörk eða í leynum. Það heldur ekki leiðin til Guðs. Leiðin til Guðs staðurinn þar sem að Jesús mætir þér, það í orði hans. Og það okkur öllum aðgengilegt. Þannig að við gefum kirkju sinni það og við getum öll fengið orð hans og tekið það með okkur. Lesið það, treyst því og trúa því. Það þar sem við mætum Kristi. Heilagur andi talar til okkar þar, í heilagri ritningu og í táknmáli sem hún notar, táknmáli trúarinnar, táknmáli efnanna í brauði og víni og í vatni skírnarinnar. En það hér sem sagt sem hann byrjar. Heilagur andi tengir okkur við son Guðs, Jesú Krist, sonur Guðs, opinbera föðurinn fyrir okkur, sem skapari himins og jarðar. Guð kemur til okkar með sínum hætti. Það hann sem ákveður þessa leið, það ekki við. Við byggjum ekki brú til hans, hann byggir brú til okkar. Hann ber alla ábyrgðina. Hann kemur hér til okkar. Þess vegna þurfum við að þekka en þríeina Guð, því það þannig sem hann opinbera sig fyrir okkur. Þannig að leyfum mér að segja þetta svona að lokum. Allt þetta sem ég talaði í dag hefur Guð gert fyrir þig. Fyrir þig sem situr hér í dag í Friðrikskapellu, til þess að þú á þessum fallega sunnudegi getur átt samfélag við hinn heilaga Guð. Hann hefur þurft að gera allt þetta og hann hefur gert það. Hann hefur ekki hikað við það. Hann hefur útbúið þessa leið til þess að þú getur átt samfélag við hann. Hann hefur útbúið leiðina til þess að þú getur þekkt hann. Eins og hann þekkir þig nú þegar, jafnvel betur en þú gerir sjálf eða sjálfur. Þess vegna skulum við gera eins og Abraham gerði. Við skulum trúa orðum hans og við skulum rísa úr sætum og játa það saman. Dýrð sé Guði, Föður, Sinn og Heilögum Anda, svo sem var í upphafi enn og verða munum aldir alda.